Veðurspá er spá yfir hvernig veðrið verður næstu daga. Veðurspár eru gerðar út frá mælingum. Það er mælt hitastig og loftþrýstingur og vindhraði og annað víðs vegar landið og í raun á skipum líka, allt í kringum landið. Þessar upplýsingar fara síðan allar í tölvu og tölvan vinnur út frá því sem hefur gerst áður og býr þannig til það sem er líklegast að gerist. Síðan fara veðurfræðingar yfir þessi gögn, leiðrétta svona, því að þeir vita stundum að hlutinni gerast ekki alveg eins og er alltaf líklegast og telja það sem þeir telja sér líklegast miðað við þetta allt saman og þannig raða þeir saman veðurspá og hún gerir ráð fyrir hvað verður mikill vindur, úr hvaða áttan kemur, hvort það er úrkoma eða ekki og hvort úrkoman er þá snjór eða rigning, hvernig skýjafærið er og svo framvegis. Veðurspár eru nokkuð nákvæmar á Íslandi svona 1 til 2 sólarhringa fram í tíman. Eftir það minnkar í raun hversu góðar þar eru það nákvæmar eftir því sem við förum lengra fram í tíman. Veðurspá á Íslandi viku fram í tíman er ekki mjög nákvæm. Samt er ekki þannig að veðurspáin bregðist alveg. Ef að Ísland er hérna, og nú ætla ég að tegna 2 kort af Íslandi hérna, þetta er nú ekki dúa vel tegna hjá mér, en það skiptir öllu máli, Reykjavík er hér, eða höfuðborgarsvæðið, og ef við skoðum höfuðborgarsvæðið, það er lagið að koma hérna upp að suðvesturhorninu, það skiptir öllu máli hvort að lagðin fer hér yfir, og þá er vindurinn svona, og þá er ef hún fer hérna rétt fyrir sunnan landið, þá er mikill vindur á höfuðborgarsvæðinu, en ef hún fer þó ekki sínum að 50 til 100 km sunnar, sem sagt hér, og þá er aðal vindurinn hér út á hafi, þá nær ekki vindurinn til okkar. Þessi lægð, og það spáð brjáluðu veðri hér, henni hnikaði aðeins til, það getur haft ótrúlega mikil áhrif á veðrið hér. Það kom vont veður, það kom bara ekki akkurat hér, það kom hér. Þannig að þó svo spár geti breyst mikið fyrir eitt svæði, þá er ekki þannig að það sé eitthvað í veðrakerfunum að gjörbreytast nema það hnikast bara aðeins til. Þannig að það er ekkert einfalt mál að vera veðurfræðingur.